Góðir ársfundagestir, stjórnendur og annað starfsfólk á Landspítala. Yfirskrift ársfunda Landspítala nú, samvinna á farsóttatímum, lýsandi fyrir þau fjölbreyttu verkefni sem hafa mætt starfsfólki í spítalans á liðnu starfsári. Farsáttin hefur yfirgnæft allt, gert nánast fordæmalausar kröfur til stjórnenda og starfsfólks heilbrigðiskerfisins alls og ekki hvað síst starfsfólksins hér. Hér hefur starfsfólk sýnt ótrúlega færni í samvinnu. Einstakar heilbrigðisstéttir vinna saman sem ein heild í umönnun sjúklinga við aðstæður sem eru einstakar þó ekki sé nema fyrir þann varnarútbúnað sem nauðsynlegt hefur verið að klæðast. Þrátt fyrir þá fjarlægð sem sá útbúnaður skapar frá sjúklingum hefur fagfólki náð að veita þá umhyggju og hlýju sem svo mikilvæg í umönnun og bataferli sjúklinga. Það vitna margar sögur þeirra sem hafa notið þjónustunar og aðstandenda þeirra og gæti ég sjálf sagt þar nokkrar. Smiðir hafa breytt og byggt húsnæði með leifturhraða, starfsfólk í ræstingu hefur endurskipulagt sín störf og uppfyllt nýjar og meiri kröfur, starfsfólk á rannsóknarstofum hefur þróað nýjar lausnir og svona mætti lengi telja. Öll hafa lagst á eitt að hafa betur í baráttunni við ósýnilegan óvin sem heimsbyggðin hefur nú glímt við í hartnær 1,5 ár. Teymisvinna hefur í raun öðlast dýpri merkingu en nokkuð sinni fyrr. Og ég vil nota þetta tækifæri til að þakka ykkur öllum, starfsfólki og stjórnendum Landspítala, fyrir þá framsýni, útsjónarsemi, sveigjanleika, úthald og ekki síst samvinnu sem þið hafið sýnt á liðnu starfsári. Þið hafið verið heilbrigðiskerfinu til mikil sóma, kærar þakkir. Góðir ársfundagestir, þó ljóst megi vera að glíma okkar við COVID mun standa eitthvað fram eftir ári, þá megum við auðvitað ekki gleyma þeim verkefnum öðrum sem vinna þarf brautargengi. Á ársfundi Landspítala fyrir ári þá ræddi ég aðeins heilbrigðisstefnu til ársins 2030 og það leiðarljós sem hún hefur verið okkur í skipulagningu heilbrigðisþjónustunnar. Heilbrigðisstefnan ekki síst mikilvæg fyrir skýra skiptingu heilbrigðisþjónustunnar í fyrsta, annars og þriðja stigs þjónustu og í framhaldi af samhljóða samþykkt heilbrigðisstefnunar á Alþingi þá var ráðist í endurskoðun laga heilbrigðisþjónustu frá 2007 þar sem skipulag þjónustunnar miðaðist við almenna og sérhæfða þjónustu en samræmdum þar með lög heilbrigðisþjónustu gildandi heilbrigðisstefnu. Endurskoðuð og breytt lög heilbrigðisþjónustu tóku gildi í júlí 2020 og þær skilgreiningar á hlutverki Landspítala í heilbrigðisþjónustunni sem áður voru í lögunum hafa nú að mestu leyti verið færðar í reglugerð heilbrigðisumdæmi, hlutverk og starfsemi og þjónustu heilsugæslustöðva, heilbrigðisstofnana og sjúkrahúsa sem gefin var út í nóvember síðastliðnum. Hlutverki, starfsemi og þjónustu Landspítala lýst í 6. kafla reglugerðarinnar og þar segir meðal annars að Landspítali skuli veita annars og þriðja stigs þjónustu, einnig að Landspítali skuli þróa samvinnu við aðrar heilbrigðisstofnanir til að tryggja að notendur fái heilbrigðisþjónustu á réttu þjónustustigi. Samvinna Landspítala við aðrar heilbrigðisstofnanir lykilatriði í því að unnt sé að nýta til fulls þá sérhæfðu þekkingu sem starfsfólk spítalans býr yfir og til að tryggja að Landspítali geti veitt þeim þjónustu sem glíma við svo flókin heilsufarsvanda að við honum verður ekki brugðist annars staðar. Ég vil nefna það sérstaklega hér hversu vel það hefur gengið að stilla saman strengi í forystu heilbrigðisstofnananna okkar, sérstaklega núna á COVID-tímum. Ég vil líta á þennan samráðsvettvang sem eru forstjórar allra þessara stofnana sem í raun framkvæmda stjórn íslenskrar heilbrigðisþjónustu. Það samstarf hefur gengið afar vel á kjörtímabilinu og hefur í raun og veru sýnt og sannað sitt gildi nú í faraldrinu. Heilbrigðisráðuneytið hefur í góðri samvinnu við aðra þjónustuveitendur á vegum ríkis, sveitarfélaga, sjálfseignarstofnana og einkaaðila unnið að því að tryggja sem best að Landspítali geti sinnt sínum meginverkefnum. Og það hefur verið gert með því að styrkja
meðal annars fyrsta og annarstigs heilbrigðisþjónustuna svo þjónustan sé veitt á réttum stað. Á síðasta starfsári Landspítala þá rataði oft í fréttir umfjöllun langan biðtíma eftir þjónustu á bráðamóttöku og það sem kallað hefur verið stundum útskriftarvandi Landspítala og stundum fráflæðisvandi eftir atvikum. Og þá alla jafna að vísa til þess að svo og svo margir tugir aldraðra einstaklinga liggi á bráðadeildum Landspítala eftir að meðferð þeirra lokið, sökum þess að önnur úrræði skorti. Það leiðir til þess að aðrir þeir sem á þjónustu Landspítala þurfa að halda, þarfnast í raun þriðja stigs þjónustu, bíða lengur en æskilegt er. Þetta samhengi hlutana. Og það sameiginlegt verkefni stjórnvalda og þjónustuveitenda á öllum stigum heilbrigðisþjónustunnar að bregðast við þessum vanda. Og það höfum við gert og þess vegna vil ég nefna hér dæmi aukna þjónustu og nýja þjónustu sem sérstaklega miðar að því að tryggja öldruðum einstaklingum þjónustu á viðeigandi þjónustustigi. Í desember síðastliðnum var undirritaður nýr samningur við Reykjavíkurborg heimahjúkrun í Reykjavík en í þeim samningi lögð áhersla á að efla getu heimahjúkrunar í Reykjavík til að nýta velferðartækni í auknum mæli samhliða því að fjölga vitjunum, auka sérhæfingu og veita þverfaglega heilbrigðisþjónustu í meira mæli til fólks í heimahúsum. Árlegur kostnaður við samningin nemur 2 milljörðum króna. Þannig að þetta var stórt og mikilvægt skref. Rekstur öldrunarteymis Reykjavíkur var líka styrktur en með þjónustu þess teymis ekki hvað síst verið að stefna því að fækka sjúkrahúsinnlögnum og það getur einnig verið liður í því að vinna gegn þeim vanda sem oft skapast á bráðamóttöku og hér hefur verið nefnd. Í mars síðastliðnum undirritaði ég samning við Hafnarfjarðarbæ endurgerð húsnæðis gamla Sólvangs þar sem komið verður á fót nýrri tegund sérhæfðrar þjónustu við aldraða en þeirri þjónustu ætlað að styðja við áframhaldandi sjálfstæða búsetu með skammtíma innlögnum í léttri endurhæfingu þar sem stuðningsþarfir verða metnar og komið í farveg. Þannig þeim aldraða gert betur kleift að búa lengur heima og taka þátt í samfélaginu. Árlega verður hægt að veita 250 einstaklingum þessa þjónustu. Í nýliðnum mánuði, núna í apríl, þá ákvað ég að fela Sjúkratryggingum Íslands að semja 25 ný endurhæfingarrými fyrir aldraða með áherslu á þjónustu við þau sem slasast vegna neysluvanda. En það hópur sem ekki hefur verið sérstaklega til skoðunar fyrir nú. Síðast en ekki síst, þá vil ég nefna það stóra skref sem stigið var í lok árs 2020 þegar samþykkt var að fjármagna alltaf 100 hjúkrunarrými hér á höfuðborgarsvæðinu sem ætlað að brúa það bil sem myndast hefur í opnun nýrra hjúkrunarrýma hér á svæðinu. Einnig og ekki síður að vinna á útskriftarvanda Landspítala, tryggja flæði og að aldraðir einstaklingar sem lokið hafa meðferð á Landspítala fái þjónustu á réttu þjónustustigi. Sjúkratryggingar Íslands vinna nú að kaupum á þessari þjónustu og samtöl eru hafin við mögulega þjónustuveitendur og standa vonið til þess að nýtt heimili opni síðar á þessu ári. Hér á Íslandi eins og allan heim þá verður ein af stóru áskorunum framtíðar að veita öldruðum viðeigandi heilbrigðisþjónustu. Við erum ekki ein í þessari glímu. Það auðvitað fagnaðarefni að fólk lifir lengur eða gerði áður en jafnframt felst í því áskorun. Þótt aldraðir eigi sannarlega rétt á sambærilegri þjónustu og aðrir ekki síst mikilvægt að tryggja þeim stækkandi hópi þjónustu á réttu þjónustustigi. Nýverið gerði ég samning við Halldór S. Guðmundsson að hann yrði inni drög að stefnu heilbrigðisþjónustu við aldraða og við gerð þeirra stefnu skal sérstaklega litið til heildarskipulags í þjónustu við aldraða og samþættingu hennar, auk þverfaglegs samstarfs innan heilbrigðisþjónustunnar og félagslegra þjónustu. Drög að stefnu munu liggja fyrir miðja júní og verða þá sett í samráðsgátt stjórnvalda og stefnudrögin síðan lögð fyrir heilbrigðisþing sem að verður það síðasta á þessu kjörtímabili. Góðir gestir, nú sumarið handan við hornið með birtu og yl og hafa verið ótrúlega bjartir og dásamlegir dagar nú undanfarið og gangurinn í bólusetningunni hefur verið meiri en nokkur sinni fyrr og sjálf fékk ég bólusetningu á þessum hressilega metdegi þar sem að 14.000 skammtar voru gefnir undir kröftugri tónlist 9. áratugarins sem var engar vel við hæfi þar sem að það var fólk á þeim aldri sem að þarna var að þiggja sína bólusetningu.
Það eru ákveðin fyrirheit sem liggja í loftinu það að við séum að ná undirtökunum loksins í baráttunni við faraldurinn. Ég kynnti afléttingar í dag sem að ganga í gildi núna á mánudaginn og það hraðar en við gerðum ráð fyrir og í dag að loknum þessum bólusetningardegi þar sem að nokkur fá seinni sprautu Moderna að þá erum við komin það bil 47% markið. Það að segja 47% þeirra sem að fá boð bólusetningu hafa fengið að minnstakosti fyrri sprautu. Framkvæmdi við nýjan meðferðarkjarna Landspítala ganga vel og þessa dagana verið að bjóða út kaupa ráðgjöf til að kortleggja þjónustu Landspítala til ársins 2040. Við getum litið björtum augum til framtíðar þó verkefni Landspítala og heilbrigðisþjónustunnar allrar verði áfram krefjandi, þannig á það að vera, og krefjast áfram góðrar samvinnu allra þeirra sem þar að koma. Ég vil að lokum endurtaka þakkir mínar til ykkar allra, starfsfólks Landspítala, fyrir ykkar góðu störf, fyrir fagmennsku og fyrir seiglu á þessu krefjandi starfsári sem nú liðið. Megi ykkur farnast vel í ykkar mikilvægu störfum. Takk.